We're not bothering you while you're practicing. Sorry, guys. Are you guys from Iceland? Yes. Yeah. Nice to meet you. Hey, nice to meet you, man. Small documentaries about schools in America. Okay. Making this like an option for Icelandic players. Well, if they're like these two guys, just keep sending them here. Yeah. Two great guys right there. Yeah, you like that? Are they the center backs of the team? Yes. Both of them? Yes. So they start every game? Yes. Þeir ruggla svo ofta á þessu í leiknum sko. Hann átti einhverja línubjörgun dag og sett inn á YouTube eitthvað what a goal clearance ég fekk kreditinn fyrir það. Svo ekki 6.000 manns á vellinum á morgun? Það kemur í ljós, þetta er risa líka að verða 5.000 manns örugglega, 6. Þeir spila aldrei svona leik á Íslandi ef bara bikarúrslit eða eitthvað svona. Ég skal segja þér stóðslega fyndið. Ég er í Val líka sko og ræði mömmu að Valur í bikarúrslitum Vesturmár og shit, maður missa þessari veislu eitthvað. Spilaði sömu helgi á móti South Carolina 6.000 manns og fleiri á mínu leik heldur en heima og maður var svona maður er ekki að missa neinu skilur. Ég meina það er alveg sæs á ykkur, þetta er bara eins og Vítis og Ríó, þetta er bara tveir stóri hafsend. Þeir eru líka eini gæðinni sem mændi með einhverja hæði í þetta lið. En ég meina því ég bara, þetta geðbil og aðstæðan, æfa hérna hverju meinasta mótni. En eru þið farnir að selja eitthvað félögum ykkar að koma hingað? Svo bara hérna í miðjan október í þessum aðstæðum og svona. Heima ertu bara eitthvað að berjast, setja miðstöðin í gang bara eitthvað. South Carolina er líka svona cool dæmi, við vorum að leika okkur að stoppa fyrir utan eitthvað hús á hann sko. Það voru einhverja 11 bílar fyrir utan sem allir ónýtir og... Hvað er Hjörvar? Herru, ekki hugmynd sko. Góðu, veitum á honum. Hvað? Hvað varstu að gera þarna? Ég hitti einhvern félaga minn hérna í nótt og bauð mér hérna heim til sín. Herri, þurfum ekki að skoða eitthvað skóla eða eitthvað. Svo heimskur þegar maður á aldrei kringum 20, maður fattar ekki tækifæri sem eru fram að sig. Veitu hvað við? Já. Ég var ekkert undrabænt í fótbolta, það voru fullt af skólum sem töluðu mig. Mér fannst ég vera góður sko, sem náttúrulega var fáránlegt svona eftir aukja. Sjá þetta, æfa 10 mótana, smartbannstjálfari, það er allt upp á 10. Duglegur Lukas. Hvað er hann, Ísbæ? Loki, yeah, you're never injured. You're never in the training room. 7-13. Hold on back there, brother. Yeah. This is different than Icelandic golf club. It's fast. Já, gólfið hérna. Er ekki Gróttan með eitthvað svipað? Gróttan er með eitthvað svona svipað, þetta er minn athlete recovery center sem að... Red light backir. Ekki spyrja mig samt hvað það gerir allt, ég man ekkert allt hvað það gerir. Er þetta ljósabekkur? Red light backur. Red light. Nuttbekkur, hérna fer maður og fer bara nánast flatur og nómið. Má ég verða að fá aftur síni, láta það á búsinu fyrir þessna, ég farið með henni í baðið? Já, salpa, hérna liggum maður og flýtur og... Hvað gerir þetta fyrir? Það er máli, ég veit ekki alveg hvað það gerir allt, en ég veit bara dróðslega gott við það. Rænýtis. Það er hérna svona kulda. Já, kulda, þetta er hérna eins og við erum með á Íslandi hérna. Já, hérna Greenfit. Hérna förum við mjög mikið sko. Þú opnar það? Hvað, ferðu inn í þetta bara? Já, það er bara að laga það núna, en hérna förum við alltaf. Og bara kuldin bara? Já, það er bara kuldin. Þau elska að sjá Íslandingana í kræfunum. Dry float. Það er svo mikið að liðinu. Það liggur og flýtur eitthvað, þetta er eitthvað fyrir mjaðmir. Já. Já. Hérna er einhver inni að njóta. Hvað er þetta? Svipa og red light backirnir hérna. Þetta er eitthvað fyrir blóðflæði og alls konar. Buxur, nudd, jóga. Svo jóga alltaf hérna tvisvar í viku. Það sem að það eru dýnur hér og það er jógakennari. Og hérna er líka hægt að fara sko, þú getur leigt jetski og báta og á sumrin og fara á vatnið og helviti gott. Svo meira mat og svo fundarherbyggi og... Það er rugglega þetta. Hvernig líður þið? Ég er frábælega. Ég takk í lærinu framan það.
Nei, þetta bara heldur gott. Ef þú bara getur þagað í svona 3 mínútur, þá var ég bara helvíti... Ég hefst að segja þér, þetta hérna. Hvað er þetta? Hérna lappar bara nakin og bara læsir, kveikja á þessu fyrir þig, bara sturta á þrýðu, liggur bara hérna. Þú bara svona flýtur á þessu. Þú veist að fara í sánu þegar þú ert búinn. Þú ert allir bara svona... Já, maður er ekkert að fara úr þessum stól eitthvað í dag, sko. Það er hérna... Þetta er alveg helvíti gott, sko. Hvernig virkar þetta, veist, ef þú segir hérna vininu frá aðstöðunni hérna og sýnir þeim þetta og svona, þú veist, sem eru með þér í, þú veist, hvort sem er í Stjörnunni eða Val eða whatever. Er það ekki að selja þeim að koma út í eitthvað svona alvöru umhverf? Við erum búin síðkasti meira, sko. Fyrst þegar maður fór út, þá var það minna, sko, en ég myndi segja svona núna, ég er sjálfur virkur að setja inn líka, myndi ég segja. Bara svona að senda á strákana á alls konar, þannig að það er alveg margir spenntir í þessu núna. Ready? You on? Já. Track? Já. Það fyrir mig alltaf í dröggtest. We have a legend. Hann kom að 3 mile hérna runnin. Ógeðslegt. Það er viðbjóður. Ég skal viðurkenna það að kannski mitt áhugasvið í þessu lífi er ekki frjálsar lengur. ekki lengur. Já, maður er aðeins gaman aðeins. Það var ekkert í sjónvarp, þá varstu bara að horfa á frjálsar íþróttir, það var bara ekkert í gang. En ég skal viðurkenna að þó að einhver gæi var að kasta kúlu hérna, þá myndi ég ekki nenni að setja hérna á dag og horfa á það, sko. Þetta er samt svona, þú veist, vígaleg aðstæða fyrir allt hérna. Þetta er rosalega. Sjá líka þetta, veist, þetta setja upp stands hérna, fyrir ábliki. Þetta er bara svona, þú getur ábliki að rifja þetta niður síðan bara og farið með þetta til Afríku eða eitthvað. Þetta er bara, þetta alltaf svona, bara alltaf svona veður. Já, þú veist, það er sumrin alltaf heitt hérna, sko. Já. Bara, þú veist, að æfir á morgnana og þú bara fer inn tíðin og hangir þar allan tíðan síðan. En þú veist, núna október, nóvember, þú veist, fer ekkert undir 20 gráður. Bara í janúar, febrúar, það er kannski kringu 15, en svo hækkar það bara aftur. Anyway, softball. Yeah. They didn't have this when you were here, Brynjar. No, they didn't. No. Hérna er gymmið okkar, maturinn, hárgreiðslustofa, recovery, sjúkraþjálfurinn, allt. Þú veist, eins og miðjumaðurinn hérna í fyrra, Joran, sem var draftaður í Orlando. Hann sleik crossband í síðustu viku, ömurlegt. Orlando núna, hann var búinn að spila þar með Dave Dunn. Bara einn besti miðjumaður sem ég sé, geðslega góður. Með fullri virðingu fyrir öllum öðrum íþróttum í amerískum háskólum, þá snýst þetta þetta hér. Hér á Clemson-vellinum, Death Valley. And I couldn't think of a better place to end the street than Death Valley, South Carolina, baby! The greatest tradition in sports starts with me, and it starts right now. Sem að hýsir tæplega 100.000 manns og er stærsti völlurinn. Og bara ef þú sér stúkurnar hérna, þetta er einhvern veginn minnir á eitthvað sem maður ímyndaði sér eins og þetta væri í Suður-Ameríku eða eitthvað slíkt. Það er eitthvað sem segir mér að svona stúkur eru ekki leyfðar í Svíþjóð eða eitthvað sem hún getur bara fleygt þér fram af þessu. En til dæmis hér á laugardaginn verða 100.000 manns og meira sér stappað þarna í brekkunni. Og fyrir aftan okkur þarna er 98 tómu Sony-tæki. Nei, þetta er $10 million scoreboard og hér, þetta snýst allt um þetta. En þetta snýst eiginlega ekkert rosalega mikið úrslitin. Snýst að fá sér að éta, drekka og hanga með vinum sínum. Úrslitin eru algjör bónus. Annað sem er að segja áhugavert við þetta er það að hetjan í þessu öllu saman er leikstjórnandinn, QB-inn í liðinu. Til dæmis strákarnir í íslensku hafa aldrei séð hann. Hann er með einhverja $5 million fyrir tímabilið. Hann er það stór að þeir hafa ekkert séð hann. Hann mætir ekkert í tíma en eitt svoleiðis. Það er ekki eðlileg pressa á þessum gaur og það gengur illa þetta núna og það er allt geðbilað. Það er eiginlega aðalmaðurinn í skólanum. Þetta er ekkert bull í þessum Hollywoodmyndum, þetta snúist allt saman einhvern QB eitthvað slíks. Það er aðalmaður. Yeah, so look, he's grey haired now. Vil ég fór ekki á að halda loftið? Sjáu, Reyni Pétur hættur að labba, byrjar að halda bolt á lofti, sjáu það. Það er allt svo ógeðslega flott í þessum skólum að maður eiginlega verið ónæmur fyrir þessu. Þetta er svona enn eitt geðveikadæmi sem maður sér, þessi höll. Maður einhvern veginn trúir ekki að þetta sé hvernig fáið peninga fyrir þessu. Við getum ekki byggt eina höll eða eitt sko, en bara einhverju skólar geta gert allt. Þeir eiga alltaf mikið pening. Við veit eitthvað þeir fána pening heldur. Þetta er, maður eins og ég segi, þetta er að vera ónæmur. Þetta er svipað eins og maður að vinna fyrir Calvin Klein og maður að vinna með GCL og öllum þessum, þú veist, maður er ónæmur fyrir þessu. Flóki, ertu ekki líka eitthvað DJ hérna á kvöldinu? Heldur betur. Það kemur fyrir. Þú ert með DJ-nafni? DJ Flóks. Og þá ertu bara að vinna hérna, ertu að vinna á borðinu hérna? Já, ég reyndi að færa alltaf í miðjuna, ég fylgja orðið í hotni. Þeita skífunum hérna á. Það er svona mjög mikilvægt að taka óskunum hérna.